Þegar við erum að skrifa vefforrit sem krefjast auðkenningar, þá auðkenning þetta verkefni sem við erum að leysa, þar sem við erum með eitthvað efni sem þarf ekki og á ekki að vera aðgengilegt öllum. Þannig við þurfum einhverja auðkenningu, við þurfum að vita hver að koma að inn. Og þetta þá leið til að aðskilja á milli þessa almenna, óauðkenda notanda, á ensku anonymous user, og þess sem hefur skráð sig og hefur aðgang á því efni sem á að vera aðgangsstýrt með auðkenningunni. En eins og við höfum séð, þá HTTP stöðulaust, þannig að við þurfum einhverja leið til að geyma upplýsingar til lengri tíma eða á milli HTTP requesta, á milli clients og servers. Og það nokkrar leiðir sem voru notaðar og hafa verið notaðar, til þess að geyma faldarbreytur í formi með input type hidden eða senda alltaf einhver gögn með query string á milli og þá það eitthvað til þess að auðkenna eitthvað session eða þá náttúrulega nota það sem við höfum séð, cookies og session. En notanda umsjón leið til þess að bæði auðkenna, til að vita hvort einhver sé sá sem viðkomandi segist vera og til að geyma síðan upplýsingar það notanda. Og í grunninn þá þurfum við eitthvað auðkenni sem yfirleitt eitthvað notandanafn og eitthvað leyndarmál sem getur það verið lykilorð eða einhverjir aðrir faktorar, til dæmis eins og aðgang að tölvupósti, aðgang að einhverju tæki og þetta þá eitthvað sem aðeins viðkomandi veit eða hefur. Og síðan þurfum við að koma á milli serversins og clientsins þessum upplýsingum, þannig að serverinn geti staðfesta sá sem sé að auðkenna sig, viti þetta og geti síðan í framhaldinu viðhaldið og viti af þeirri stöðu að það sé notandi sem auðkenndur á mótunum. Framkvæmdu auðkenningarnar tekur yfirleitt á það form að við höfum form þar sem við erum með reiti sem yfirleitt á notandanum og lykilorð sem síðan póstar á bakendan, til dæmis á login. Bakendinn tekur við þessum upplýsingum, ber saman lykilorðið, ber saman notandanafnið og ef þetta tvennt passar þá notandinn búinn að auðkenna sig og hann skráður inn, annars ekki. Og þegar þetta hefur tekist þá innskráningunni viðhaldið með því að vista í session og þar af leiðandi í cookie hjá notandanum. Og síðan höfum við einhverja leið til að athuga þá fyrir notanda sem framkvæmir request hvort að það sé til cookie sem að staðfesti að þessi notandi sé innskráður og þá vensli við eitthvað session og þá hvaða notandi þetta er. Þannig að það sé ekki nóg að vita að það einhver innskráður, heldur líka hver það sem innskráður. Síðan yfirleitt útfært með þessu einhver útskráningar aðferð, til dæmis að gera get fyrirspurn á /logout sem þá eyðir session cookieinu og þar af leiðandi fjarlægja notandann úr auðkenningunni. Af því að einfaldlega að geyma sessionið án þess að eyða því gæti þýtt að ef einhver óæskilegur aðili hafi komist yfir auðkennið inn í sessionið, afritað cookieið, að þá geti viðkomandi í raun orðið þessi notandi og komist yfir aðganginn og náð innskráningunni. Síðan í þessu notandaumsjón þá líka yfirleitt einhver nýskráning sem fer fram og þá það þannig að notandinn hefur leið til þess að búa til sig í fyrsta skipti og þá að gefa upp þessi gögn sem notað til staðfestingar. Og þá það yfirleitt notandanafn eða lykilorð, eins og við munum nota í verkefnum vorsins. Og þá erum við að segja að notandinn sé í lagi, til dæmis að það sé stærri en x stafir og lykilorð uppfylli einhverjar ákveðnar kröfur, til dæmis að það sé ekki það sé yfir 6 stöfum, 8 stöfum, eitthvað sem telst öruggt, innihaldi eitthvað ákveðið magn af táknum, sé ekki eitt af mjög vinsælum lykilorðum og svo framvegis. Og síðan geymum við notandann í einhverju notandagrunni og þá að minnsta kosti þetta notandanafn og lykilorð. En síðan munum við sjá að við geymum alltaf þetta lykilorð dulkóðað. Við munum ekki geyma lykilorðið sem bara texta í gagnagrunnum okkar, heldur munum við alltaf geyma það dulkóðað og við munum nota forritunarsafn sem heitir bcrypt til þess.